Nú ætlum við aðeins að skoða ferhyrninga. Ferhyrningar eru rúmfræðiform sem eru með 4 horn. Þeir geta verið alls konar í laginu, mismunandi stór horn, mismunandi langar hliðar. En það eru til nokkur mismunandi form sem ég ætla að skoða sem ber ákveðin nafn. Og það fyrsta sem ég ætla að skoða er trapisa. Trapisa er með línurnar, ef ég merki punktana svona, A, B, það er að segja línan frá A og yfir í B, er samsíða C, D. Það er að segja þessi lína er samsíða þessari, þær liggja saman. Þær snertast aldrei, þær eru alltaf jafnlangt bil á milli þeirra. Þetta er trapisa, hún er ekki alltaf svona, þessir hérna geta verið mislangir. Það er til reglulegar trapisur, þá er þetta jafnlangt, eða óreglulegar, þá er þessi 2 strik mislöng. Trapisa getur alveg verið svona. Síðan erum við með samsíðunga, þetta heitir sem sagt trapisa. Samsíðungur er með 2 hliðar samsíða. Það er að segja þessi og þessi eru samsíða og í raun þessi og þessi. Og til þess að þetta virki svona þá þurfa þær að vera jafn langar líka. Þetta er sem sagt samsíðungur. Svo er til tígull. Tígull er ekki bara þannig, hann er svipaður og samsíðungur, en þá eru öll strikin í raun jafn löng. Og ef ég geri svona aftur eins og áðan, þá er hornið A jafnt og hornið C. Þessi hérna 2 horn eru jafn stór, allar hliðar eru jafn langar, þessar 2 eru samsíða og þessar 2 eru samsíða. Hornasumma ferhyrnings, alveg sama hvernig hann er í laginu, þá við alla þessa ferhyrninga, bæði þessar reglulegu og óreglulegu, er 360 gráður. Við getum notað hornasummuna til þess að finna eitt horn ef við vitum hin 3.